Þegar fólk leggst inn á spítala þá hreyfir það sig að öllu jöfnu mun minna en ella. Hreyfingarleysi hefur í för með sér skerta færni, þar á meðal skerta færni við að halda jafnvægi. Aðkoma sjúkraþjálfara í byltuvörnum snýr bæði að umhverfinu og líkamlegum þáttum. Við byrjum venjulega á að skoða grunnhreyfifærni fólks, svo sem hvernig því gengur að hagræða sér í rúmi, setjast fram á stokkinn, standa upp, setjast aftur niður, færa sig í annan stól, standa upp og ganga og svo framvegis. Við skoðum jafnvægi sitjandi, standandi, sem sagt sitjandi jafnvægi, standandi jafnvægi, jafnvægi á hreyfingu og göngu. Eftir atvikum þá skoðum við ýmsa undirliggjandi þætti jafnvægis eins og til dæmis vöðvastyrk og liðleika í neðri útlimum, skyn í fótum, fallviðbrögð og samhæfingu. Í sumum tilvikum skoðum við einnig augnhreyfingar og jafnvægiskerfi innra eyra. Og þegar okkar niðurstaða liggur ljós fyrir þá miðlum við því til annarra fagstétta. Við upplýsum einnig skjólstæðinginn okkar útkomuna, hvar hans veikleikar liggja, hvernig hann getur sjálfur bætt sína veikleika með það að leiðarljósi að draga úr byltuhættu og auka sitt öryggi. Og við setjum jafnframt upp þjálfunarplan, jafnvægisþjálfunarplan sem hefur sama markmið að draga úr byltuhættu. Við veitum ráðgjöf skóbúnað, við metum þörf fyrir gönguhjálpartæki, útvegum þau ef þess þarf, stillum þau og kennum á þau. Og þegar líður á útskrift þá hugum við að þjálfunarúrræði utan spítalans ef þörf á og áhugi fyrir hendi. Hvort sem það snýr að áframhaldandi jafnvægisþjálfun eða annarri endurhæfingu. Við reynum að allavega gera okkar besta til að finna eitthvað sem fólk hefur gagn af og vonandi svolítið gaman líka.